leiðtogar segja okkur hvað gott leiðtogar segja okkur hvað sem raunverulega við erum að pæla í og ættum að vera að pæla í við umræðan breytist, það er einhver sem sannfærir okkur það er einhver sem eru alvöru áhrifavaldar sem segja þetta ég held að farsæll stjórnmálamaður í dag geta alveg sannfært okkur það hver eru breiðu málin, hver eru stóru málin sem við erum að fókusa ef fólk trúir því svona heilt yfir að samfélagi sé á réttri leið og ákvarðanir stjórnvalda sé að miða að því þá fær það alveg stuðning þá sjáum við kannski ekki árangurinn á morgun sko. Staða Evrópusambandsins hefur í mínum huga sjaldan verið verri og að það sé leiðin fyrir okkur með þá stöðu sem við erum í dag ég held að ég hafi sjaldan verið skeptískari á það sko. Sæll og blessaður Björgvin, hvernig ertu? Ég er bara ágættur sko, föstudagsmorgun og ég mættir hérna til þín í kaffistall. Já, bara ég verður að vinna með helgina. Já, herðu, sko, við ætlum að fara yfir svona víðsvið, en hérna, svona aðeins til að byrja með, ég veit alveg að þú ert ekki að fara kannski að lýsa yfir einhverjum miklum pólitískum stuðningi yfir einhvern eða einhvern, en hvernig veist það svona á kosningarnar og svona kosningabaráttuna, hvernig fannst þér hún? Það þú ert gagnagaur, þú vilt horfa út frá þetta frá svona breiðlínunum, svona út frá því sem að þú telur að þurfi að eiga sér stað í íslensku samfélagi. Hvernig leist þér á þetta? Sko, mér fannst þetta alveg bara dálítið skemmtilegt, sko, og ég svona tek ykkur svona alltaf svona tímabil og núna, þú veist, hef ég náttúrulega verið í miklu sambandi við stjórnvöld og svona, þannig að ég alveg fylgst frekar vel með þessu og hafði alveg skoðunaði hvernig þetta væri allt saman. En mér finnst þetta að bli mjög áhugavert. Mér fannst umræðan fyrir kosningar vera nú svona bara, það var alltaf að reyna að tala mál sem skiptir máli. Þú veist, það var að vera að tala efnahagsmál mjög mikið og ég held að það sé gott. En ég kannski ekki, mér fannst líka bara áhugavert hvernig svo umræða fór, sko. Það var svona eiginlega samhljómur það að staðan væri ekkit svakalega góð sko, það væri bara, þú veist, háir vextir og hátt fasteignaverð og allt þetta en mér fannst núna fráfarandi ríkisstjórn náði ekki að svona koma því að mér finnst nú bara hagtölur ansi góðar og þeir sem taka við völdum, hvort sem verður þessir þrír kvennskórungar sem núna er að ræða saman eða ykkur aðrir, þá held ég taki nú bara við ágætt spúi sko. Það er alveg rétt sem mér fannst nú koma inn svona á endanum að það er mikið gengið á, ég meina þessi COVID hlutir allir saman og Grindavík og stríð í Úkraínu og svona, þetta er alveg hlutir og að við skilum hafa ná tímabili hagvaxtar, aukins kaupmáttar og bara þú veist, hlutfall þess sem fólk ver í húsnæði er minna heldur en oftast áður. Ég átta mig alveg á því að greiðslubyrðið aukist en fólk hefur getað farið í svona greiðslu var innan gæsalappa með því að breyta skuldunum úr overtryggum í verðtryggum og ég held að sé ekki endilega óeðlilegt að þessi komið tímabila sem eignamyndun fólks í húsnæði sé ekki alltaf bara stöðu sko. Það komið tímabila sem voru fyrst og fremst að varveita þína greiðslugetu en ekki fá aukið eigifé, tímabila sem þú fær stöðugt aukið eigifé í þinni fasteign bara á hverju ári er kannski ekki það sem á búast við alltaf sko, en það er nú eiginlega kannski svona lúksusstaða, en þó að við göngum ykkur tímabil 1, 2, 3, 4, 5 ár, þess að þú ert fyrst og fremst að varveita þína greiðslugetu með því að vera með verðtryggt en ekki að bæta við eigifé og svo kannski breytur aftur og þá ertu að fann að búa til eigifé aftur, það er ekkit fáránlegt sko, það er ekki sjálfgefið að þú sért alltaf að búa við sko litla greiðslubyrði og sama tíma auka eigifé mjög mikið, það er óeðlileg staða sko. En mér fannst núna fráfarandi stjórnvöld kannski ekki alveg ná að tala það að það væri margt gott búið að gerast voru svona fórnarlömb þess að hafa verið í ríkisstjórna sem sumum fannst næsti maður frekar leiðilegur og svona þessi saga að þetta hafi verið ósamstæð ríkisstjórn og nú þyrfti nú bara að fá fólk sem nefndi að vinna saman hún var mjög í hag þeim öflum sem augljóslega unnu svo sína sigra í kosningunum sko. En að ég er bara frekar brattur fyrir hönd næstu ríkisstjórnar að þau geti bara gert vel og það verður mjög áhugavert hvernig gengur að stilla saman strengi. Mér fannst margt svona skemmtilegt, það var gaman að sjá hvað allir komist því að það þyrfti að gera svona eins og Donald Trump að tala við allt og alla fyrir kosningar, þannig að ég held að stjórnmálamenn hafi gefið meira færi á sér núna heldur en oft áður. Mér fannst líka gaman að sjá
Björn Brynjóli viðskiptaráði láta til sín taka í umræðinu með alls konar gagnadrifinni nálgun á hlutina, reyna að koma því sem viðskiptaráð taldi vera góð mál í umræðina. Mér finnst að gera líka vel eftir kosningar þegar hann sagði, heyru, þið voru að tala um að það þyrfti að vinna saman, það lítur þannig út eins og að þið séu ekki rosa saman neitt sko. og þannig að svona ná að koma umræðina þannig að grundvöldu þess sem var að vera að ræða var svona eitthvað annað heldur bara mér finnst og þér finnst sko. En heilt yfir held ég að nú þetta hafi bara verið áhugavert sko. Ég get náttúrulega sagt það að ég átti mjög gott samstarf við Lilju Alfreðsdóttir í kringum það sem við kallum íslenska máltækni og svona vegferð íslenska tungu í stafrænum heimi, þess að við vorum meðal annars að styðja við það að íslenskan væri svona nokkuð spræk í ChatGPT og fleiri svoleiðis hlutum. Annað tungumáli sem að Jú, algjörlega, annað formulega tungumál ChatGPT og Lilja var mjög flottu fulltrúi ríkisstjórnarinnar í því máli, þannig ég svona sé eftir henni í því og svo held ég að ég átti líka gott samstarfi við Willum í heilbrigðisráðuneytinu og ég held að hann hafi staðið sig mjög vel í erfiðu ráðuneyti og náða að hreyfa við hlutum sem er erfitt að hreyfa. Þannig að ég held sko ef framsóknarmennirnir hefði getað valið 5 manns til að vera vera í þingflokknum áfram sko, og held ég nú að þessir ágætu fráfarandi þingmenn sem eru að yfirgefa sviðið sko þar hefði nú alveg verið með í þeim hópi sko. Já, ég hef nú talað um það hérna á þessum vettvangi sko að Willum var sá ráðherra að mínum mati sem stóð sér best út af því að hann hefur gert út af því að ég þekki nú aðeins inn á heilbrigðiskerfið og ég veit bara og hef talað við marga sem hafa svona þar sem að skurðpuntar hafa verið til staðar þar sem einhver hefur orðið var við hans störf, það voru mjög margir mjög ánægðir og svona heilt yfir þá held ég að hann hafði náð að sko losa ákveðna hnúta sem að aðrir heilbrigðisráðherrar hefur ekki tekist að gera hingað til sko. Nei, og ég sko ég get náttúrulega að tala um þetta því að þau hafa talað um þetta þess að ég hef talað um þetta opinberlega áður að því ég vann hann fyrir Willum sko, þá var hann að vinna verkefni þar sem hann var hugsað mjög stórt og var alveg erfitt og flókið og kannski náði ekki alveg að komast eins mikið í gegn eins og hann hefði kosið, en hann fór samt á stað með mjög flotta vegferð. Hann var að hugsa þetta í stórumyndinu og svona ef að þetta verið leyst þá er mjög mikið búið að lagast sko. Þannig að mér fannst hans nálgun á áskoranir kerfisins vera bara góðar og ég vona að næsti heilbrigðisráðherra muni vera í svipuðum gír sko. En þetta er auðvitað flókið verkefni og heilbrigðisráðuneyti er lítið í samanburði við raunin það sem undan er sko, með hlutfall útgjalda til heilbrigðismála af heildarríkisútgjöldum, þá er þetta ráðuneyti frekar lítið sko. Þannig að verkefni er líka ærið og flókið, en ég sé eftir Willum og Lilju þarna úr stafni hjá framsóknarmönnunum og svo eru fullt af öðru fólki sem kemur örugglega sprækt inn og þetta verður bara áhugavert sko. Þannig að ég vona bara að við fáum ríkisstjórn sem er með puttan á púlsunum og er líka bara umjungakart í að þau taka bara við ágætt spúi held ég sko, þó að sé fullt af verkefnum. Ég meina það er ekkert grín að bara díla við það óvissu í heimsmálunum sem er til staðar. Ég meina það er bara í næsta nágrenni við okkur er stríð, það er helviti stórt að segja, mann fannst mjög skrítið hérna fyrir áratugum að vera stríð á Írlandi sko. Nú er stríð bara eiginlega hinum við Finnland sko, það er bara bókstaflega eða Skandinavíu og það er rosalegt stress í umhverfinu og Evrópa hefur náttúrulega svolítið klúðrað sínum málum, þú veist bara að vera svona svakalega háð Rússunum upp á bara grundlega þætti í álfunni og þannig að ástandi er svolítið skeri sko, finnst mér. Já, ég er sammálaður sko og ég er með svona nokkra hluti sem ég langar að ræða, kannski bara byrjum þar. Það kom út skýrsla frá Mario Draghi sem að fjallaði með getu Evrópuríkjanna og ESB til þess að vera í samkeppni við aðra aðila á borðið Bandaríkin og Kína. Og að þessi samkeppnisgeta hafi orðið síverri. Samhliða því kom bæði Vandalaginn og önnur kona sem heitir Hennek eitthvað, ég man ekki, hún er finni þar sem hún gerir skýrslu meðal annars velferðaríki í ESB og hvernig það myndi koma til með að verða fyrir ákveðnum áföllum, bæðir varðar líðfræðilega þróun en líka út af ákveðnum samfélagsbreytingum og sundrungu
varandi mismunandi menninghópum sem að væru, já, í svona aukinni togstreitu innan ESB-ríkja og þetta væri alltaf gerist á sama tíma. Þetta, eins og ég segi, og ég hef náttúrulega fjallað með þetta áður, sko, og einhverjir hafa sakað mig að vera bara nei, þú ert bara sjálfstæðismaður að reyna að ýta því á borðinu að við getum einhvern veginn farið inn í ESB. Ég var alltaf, sko, ég talaði við Sigmar fyrir einhverjum 18 mánuðum örgulega, þá var ég mynd að segja við hann bara, ég oftast bara sammála síðasta ræðumann ESB. Ég alltaf bara sammála því að bara ESB getur verið flott fyrir okkur. Núna með við þessar forsendur í dag, þá einhvern veginn sé ég ekki alveg hvernig það getur verið farsællaus miðað við þessar forsendur. Já, sko, mér finnst rosalega áhugavert að í þessum kosningum á þessu ári, í þessari stöðu hafi svona ESB vænir flokkar verið sigurvegara kosninguna. Þetta er mjög áhugavert. Ef ég horfið tilbaka þá held ég að bara verið frekar jákvæð gagnvart Evrópusambandinu oft á tíðum. Það er alveg rétt að, og ég held að sé óumdeilt að við höfum alveg haft gott af því að fá aga í löggjöf frá Evrópu sem hefur skert á hlutum í okkar samfélagi. EES-samningurinn er gríðarlega mikilvægur fyrir framþróun Íslands síðustu áratugi og hefur skipt miklu það hvernig okkur hefur tekist að byggja upp gott samfélag. Hins vegar, þegar að svona innstu koppar í búri Evrópusambandsins, eins og Mario Draghi eru bara með verulegar áhyggjur af stöðumála, þá finnst mér kannski ekki alveg tímapunktur til þess að vera jákvæðastur gagnvart þessu. Á sama tíma getur við talið upp sko 20 atriði sem ég finnst vera áhugjefni og maður gleymir þeim ef maður er ekki búin að skrifa niður, en það er ófjármagnað lífeyriskerfi, það er aldursdreifing álfunnar, það er ósjálfbært orkukerfi, það er stöðugt og vaxandi atvinnuleysi sérstaklega meðal ungs fólks, það er mikil misdreifni hagvaxtar innan álfunnar, þannig að sameiginleg peningamálastefna er í besta falli einhverjum hjálpleg og í mörgum löndum er hún að vinna gegn stöðu hagkerfisins. Frakkland og Þýskaland algjörlega mist fótana í hagvaxti. Þjóðverðir er ekki búin að sjá hagvöxt síðustu 15 ára. Og þú veist, þannig að í rauninni sko, þú veist, þetta er svolítið bara þú veist, með hverjum viltu fyrir í liði sko. Og þetta er lið sem er bara ekki búin að finna út hvernig það ætlar að vinna leikinn sko. Og mér fannst Kristrún vera bara nokkuð snjöll þegar hún sagði að ég fær ekkert að staði í Evrópusambandsvegferðinum að ég treyði því að þjóðin væri svona nokkuð einhugum að það væri gáleitt sko. Auðvitað er Viðreisn búin að búa til aðgreiningu frá Sjálfstæðisflokknum á svona liberal hægrivæng með því að segjast vera meiri Evrópuflokkur sko, og kannski væri aðgreiningi milli Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins ekki nægjanlega eða ekki væri fyrir því að fara, en sko staða Evrópusambandsins hefur í mínum huga sjaldan verið verri, og að það sé leiðin fyrir okkur með þá stöðu sem við erum í dag. Ég held að ég hafi sjaldan verið skeptískari á það sko, og þetta er ekki einhver flokkspólitísk afstæða, þetta er bara svona það sem að sér sko. Þú veist, það er rosalegt að sjá stöðu lykil þátta í bara álfunni í dag. Það er það. Þú veist, Mario Draghi er sko, hann er kerfið sko, hann er kerfið og hann er að segja bara í rauninni, hei, ef við snúum ekki við þróuninni þá erum við bara að fara að vera algjörlega bara eitthvað sem skiptir engu máli sko. Og við sjáum það líka, og þetta ég hef verið í þessum gervigreindarmálum og máltækni og þekki það bara vel. Staðan er svo að mjög mörg fyrirtæki sem eru leiðandi í gervigreind hafa sagt, bæði formulega og óformulega, við nennum bara ekki Evrópu. En nýjasta tilkynning frá Apple þessa gervigreinda þætti í Apple símanum, hún er bara ekki boðið í Evrópu. Fullt af hlutum í Gemini hjá Google er ekki í Evrópu. Meta með sínar svona open source lausnir í gervigreind eru meira minna, þú veist, utan okkar seilingar sko. Þú veist, það er bara að vera, og ef þetta að vera drifkraftur hagvaxtar allan heim og við erum bara ekki með,
það er ekki gott sko. Nei, og svo var þetta líka sko út af því að þú nefndir á fyrirlestri sem hélst fyrir einhverju það sem varst meðal annars tala heilbrigðismál og gervigreind, þar notaður orðatiltækið agile eða svona hreyfanleiki íslensk samfélags í því að geta tekist á við mismunandi hluti og þá verðum við sérstaklega fýsilegur kostur í því að leiða áfram ákveðna svona nýsköpun í því hvernig við getum notað gervigreindina og ég búinn að tala við Stefán Baxter og Þorsteinn Sigurlaugsson og fleiri og ég held að þeir tveir og ég sammálað þeim í því að gervigreindin verður sko, það bara spurning hvernig þú mynd taka við henni og einmitt það sem hefur svolítið Steppi, ég þekki Steppa ég glott alltaf þegar þú minnist á Steppa ég og Steppi unnum saman þegar hann getur svo sagt þeir söguna því sko, hann réði mig þegar ég hringdi hann 1998 og spurði hann spurningar sem enginn hafði spurt hann áður og við fórum að vinna saman í smá tíma og ég held ég sé að fara að hitta hann næstu öku, minnum á það sko, hann veit alveg hvað hann syngur í þessu og það er rosalega auðvelt fyrir okkur að nýta tækifæri gervigreindar af því við erum bara velmenntuð kvik þjóð sem hefur bara vönað því að bregðast við hlutunum og taka á, nákvæmlega sem við sýnum í þessu máltækni verkefnum með OpenAI og fleirum að við til og með reyfa okkur hratt, innviðirnir eru sterkir ríkisstjórnin hefur var algjörlega einhuga í því að þetta skipti máli og svo var ég á fundi daginn þess að við í Almannarómi vorum að tala um þetta og ég var í eitthvað svona umræðum löggjöf og gervigreind og svona og ágætur lögfræðingur Lára Herborg sem hefur kynnt sem alveg hún var bara mjög trúið því að við myndum ná samkynnsforsköti í heiminum á grundvelli betri reglugerðar gervigreind að evrópska áherslan er náttúrulega mjög mikið á að útrýma bjögum og svona öllu svona þessu góða sem ég ekkert ósammála það er verið að passa það að það kom ekki eitthvað bull og þetta sé svona bara eins gott og þetta getur orðið en þar er áherslan sko svo mikið á því að þetta sé frábært sem gera verkum að það verður eiginlega ekki neitt sko. Þetta á alltaf að vera gott og meðan allir hinir bara segja við skulum bara gera þetta og við finnum bara út úr þessu og þetta verður allt svona frekar svona steikt alveg á stóra leiðinni sko en það verður eitthvað að gerast sko og ég held að tækifæri til þess að hreyfa okkur hratt á forsendum regluverksins það er bara ekki hægt sko. Það er bara, regluverki er alltaf á eftir regluverki er alltaf að elta ég er ekkit mikill aðdáðandi nýra gervigreinda löggjafar Evrópusambandsins, þetta er allt of flókið og þetta er allt of mikið og þetta er allt of innan gæðslega bara metnaðfullt í átt til sanngirnis réttlætis og bara því að vera góð manneskja og ég er ekkit ósamlega því að vera góð manneskja en þetta bara gera verkum að þeir sem er að hreyfa sér hratt bara nenn ekki Evrópu og ég hef ágjörð því að þetta verði letjandi fyrir nýsköpun á Íslandi ef við erum algjörlega niður nelt þarna og ég held við séum í sjálfu sér við munum þurfa að taka upp þetta upp að allavega einhverju marki en við þurfum að passa okkur að fara ekki í hinnan frábæra frasa þessara gullhúðunar sko sem segir náttúrulega eitthvað en segir kannski ekki mikið en við þurfum bara að passa okkur þetta er gríðalegt tækifæri frábært tækifæri að gera hlutina miklu betur og miklu hraðar hvað sem er í greiningum í heilbrigðiskerfinu í menntakerfinu í bara rekstri í fyrirkomulagi ríkisfjármála bla 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 sko endalaust mikil tækifæri en Evrópa er svolítið búin að segja við ætlum að gera þetta á forsendum skýrs og öflugs og gagnmerks og bara yfir og allt kring regluverks á sama tíma og allir hinir segja við ætlum að hlaupa við erum að hlaupa á stað með eitthvað svona réttlætis lóð sem eru í prinsipinu alveg rétt að gera sko en það er þú fórnar því að þetta hafi áhrif með því sko muni það ganga upp, ég vona að evrópska leiðin gangi upp sko en saga síðustu 20 ára í Evrópu nýsköpun og hagvöxt og svoleiðis er ekki þannig að maður trúi því að það sé fyrir að gerast. Nei, og svo bara fjárfestingar og iðnaður og fleira og svo ég menna eins og ég var að nefna áðan með menningarlegu þættina og það er alltaf óþægt tala menna Nigel Farage var núna í gær voru náttúrulega tvær risastórar breytur Nigel Farage sem er svona hægri sinnaður ekki hrifinn af mikilli útlendinga ekki hrifinn af útlendingastefnu Breta undanfarandi hann kallaði íhaldsmennina svikara hann var að taka fram úr verkamannaflokknum í skoðanakönnunum
og ríkisstjórn Frakka var að falla líka út af keimlíkum ástæðum. Þannig að sko það eru risastórar breytur í þessu, en út af því að þú varst að tala um með gervigreindina, þetta er líka munurinn á sko stjórn og stýringu, og eins og varst að tala um á hana, það hefur oft verið sagt að að í Bandaríkjunum eru hluti leiðir þangað til eru bannaðir og í Evrópu eru hluti bannaðir þangað til eru leiðir, og það er svona slagorð, en mér finnst það alveg, við getum yfirfært það svolítið yfir þetta, að við erum einhvern veginn alltaf að sko, það er svona með persónuverndar sjónarmið sko, sem að mér reyndar er alveg frekar andum, en þau geta líka verið ákveðið takmarkandi afl, og þegar þú varst að tala um þetta myndi koma til með að leiða okkur til betri vegar í eins og rekstri, bara í þessu hlaðvarpi, þá get ég sko nota gervigreind og ég get sko eitthvað sem hefði tækið mig margar klukkustundir og mikið mannafla er eitthvað sem ég get bara hendin í eitthvað forrit og gervigreindin sér það fyrir mig. Þetta eru sko, hlutin að breytast svo ótrúlega hratt. Bara frá því ég byrjaði þetta hlaðvarp, þá hef ég bara farið frá því að þurfa margar klukkustundir í að vinna sama efni í það að tækja mig nokkra mínútur, að það er ekkert mál. Já, ég veit það, og ég veist ekki um það, og það sem er svo trikk í þessu er að prinsipin að bak við áherslur Evrópusambandsins í öllum þessum málum eru ekkit vond, sko, þetta er allt góð prinsip, en framkvæmanleiki þess að gera það sem lagt er upp með, ég efast stundum um hann. Það er að segja að þetta eru góð og gild markmið, og svo þegar við með Evrópusambandi nú að segja að það er fullt af hagvexti hér og það er fullt af hagvexti þar, þú mátt ekki tala um Evrópusambandi sem eitt og sér, sko, en prinsipi er samt að það er sterkt og mikið og miðstýrt regluverk sem á að drífa hagvöxt, réttlæti, gott samfélag og alls konar hluti sem bara í prinsipinu eru bara rétti hlutin að gera og segja, en í framkvæmd er þetta erfitt, og sagan segir okkur að slagkraftur álfunnar hafi verið minni og sé líklegur til þess að verða áfram minni út af þessu. Og það er ágefni, og ég held að það sé gott fyrir okkur að binda okkar trúss við Evrópu innan þess ramma sem við höfum gert, þar að segja reyna að auka viðskiptafrelsi sem mest og sveigjanleikann á vinnumarkaði og sameiginlega vinnumarkaði og allt þetta, bara því við þurfum á því að halda. Við þurfum samt held ég að vera rosalega meðvituð um það hvað þetta getur gert fyrir lítið opið hagkerfi í svona því að hefta hagvöxt og uppbyggingu og nýsköpun. Það er enginn sem finnur upp sigurgöngu Keresis í nefnd, sko. Það er bara ekki þannig. Það er ekki hægt að gera stefnu sem gera það verkum að eftir 10 ár verður til eitthvað eins og Keresis. En það er eins og að búa til, eins og Fertram stundum talaði um, hann er þakkláttur fyrir það rannsóknar og þróun umhverfi sem var búið til sem studdi við það að einhver geti komið einhver hugmynd. Þá ertu búið til umgjörð til athafna frekar en að segja það hvað átt í sjálfsögur að gera. En þú gefur svona fólki taum og svona stuðning til að gera einhverja sniða hluti en ekkert hafa ómikla áhyggjur í hvaða grein eða hvað geira það verður. Hluti til fara líka upp og niður og það er ekkert sjálfgefið að svona sigrar náist og allt annað en það. En ef við horfum tilbaka, hvað getur Íslands samfélag lært af sigurgöngu félagsins og Keresis, er það að svona bilaði frumkvöld, alveg steiktur sem ætlar að segja það að ég ætla að búið til eitthvað svakalega gott úr fiskgróði og Vestfjörðum, að hann fái tækifæri til að láta það reyna. Það er samfélag sem líklegt til svona árangri. Já, ég mitt var í það var hádegisfundur eða þakkagjörðafundur amerísk-íslenska viðskiptaráðsins núna fyrir örfáum dögum, þar sem að Guðmundur Fertram fór með erindi. Þar sem að hann sagði að þeir sem að væru í svona nýsköpunarrekstri ræki sig oft á svona það að missa sjónar af markmiðinu, eins og ég skildi hann allavega. Hann sagði að þú getur verið með rosalega flott fólk og rosalega klára einstaklinga og rosalega flotta vöru, en ef þú getur ekki selt hana, þá bara er það bara svo takmarkun sem þú stendur frammi fyrir. Hann sagði, hann var svona segja í rauninni að þetta væri eitthvað sem fólk til að fókus á, bara þú ert að einbeita þar að sölunni, sem væri svolítið svona þessi ameríska leið, bara svona sell me this pen þema. Og hann einmitt var svona útskýra þetta og fór inn á meðal annars opinbera rekstur, og hann reyndi að fjalla ekkert þetta, en mér finnst þetta að vera svolítið svona eins og ég horfi á íslenskan rekstur, að við erum einhvern veginn svo
ótrúlega upptekin af einhverjum svona hliðarafurðum, einhvers konar stefnu eða eitthvað fleira því líkt, að við einhvern veginn bara gleyma markmiðinu. Það er eins og Heiðar Guðjónsson hefur sagt bara heyrðu, Reykjavíkurborg er að fá rosalega mikið tekjum og þeir eru rosalega mikið einhverjum verkefnum, en þú veist, ef verið að sækja ruslið mitt, ef verið að kenna börnunum mínum, er verið að sinna almennri þjónustu, þú veist, svarið við þessu er nei, þannig að þá einhvern veginn erum við búin að gleyma markmiðinu út af því að við erum, eins og þú varst að segja, í einhverjum nefndum, sko. Svo megum við náttúrulega líka að passa okkur því, sko, að þú veist, Keresis er sagan, Keresis er það sem, þú veist, stjórnmálum höfst gott að tala um núna, og við erum náttúrulega með eitthvað svona bias í því að, þú veist, við erum að tala um það case sem gekk upp. En við þurfum einhvern veginn að passa okkur að tala um þetta án þess að tala um þetta sem einhyrningin sem, þú veist, náður einhvern bara að skoða þetta svona heildstætt, sko. Þú veist, það er, þegar ég lærði í Ameríku, þá fann ég það þegar maður var að skoða eitthvað svona vinnu og svona, það var svona gott ef þú hafði farið á hausinn, þú veist, með eitthvað áður, sko. Það var þú varst búin að reyna eitthvað, þú varst búin að stofna eitthvað og reyna að búa eitthvað til og þú fæst rosalega mikla reynslu úr því að hafa stofnað eitthvað fyrirtæki, fengið pening og það gekk ekki upp. Þú varst komið með það var svona hálfgjört heiðusmerki að hafa reynt eitthvað sem gekk ekki upp. Það sýndi slagkraft og það var gott, sko. Mér finnst við stundum tala um menn eins og Fertram sem náði ekki árangri, sem einhverju aula, einhver sem klúðraði einhverju, sem gat ekki gert eitthvað. Bara hann sé bara með álag á samfélagið og bara skattgreiðendur og bla 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 því að eitthvað fyrirtæki sem hann bjóð til fór á hausinn. Það er rátt. Það er frábært að eitthvað sé að reyna eitthvað, því ef þú reynir ekki eitthvað þá myndu örugglega ekki að gera það, en það er eitthvað sem þarf að reyna, sko. Þannig mér finnst líka ég myndi frekar vilja tala um, sko, þú veist, dæmin sem gengu ekki upp, sko, og frumkvælana sem náðu ekki árangri, eitthvað sem var ekki ríkur á því að selja fyrirtæki sitt fyrir $1 million, sko. Þú veist, það er, þú veist, ég vann fyrir Menika aðeins fyrir 14 árum, 10 árum, og Menika ætlaði alltaf að sigra heiminn, sko, en hefur ekki ennþá að sigra heiminn, sko. Það er rosalega miklu lærdómur því og mér finnst að hlusta á Gogga og Ásgeir og Viggo og Stráka og þú veist, sumir að þeim eru ennþá inni og ennþá reyna að gera eitthvað, ennþá reyna að sigra heiminn og kannski munum við gera það, ég veit ekki, en þú veist, þetta er fólk sem var með 100 manns í vinnu hérna stundum og við höfum séð kontrollant fara upp og niður eftir næstu hvernig vindar blása, frábært. Þú veist, að verða til fyrirtæki, ég meina það núna eru öll þessar afleiðir af CCP að verða til fullt af einhverjum tölvuleikja þrungönum sem er reyna að gera eitthvað, flestir að það munu ekki árangri, en þau eru samt að gera eitthvað og búið til eitthvað og sjá eitthvað og þú veist, hver og einn sem nær árangri, hann er svo, þú veist, hann gerir svo miklu meira heldur en hver og einn sem klúðrar þessu frá hausinn, sko. Það er bara, þú veist, ef við búið til samfélag sem fleiri svona verða til, þá þurfum við að kunna meta fólki sem hljópa af stað, reyndi og það gekk ekki upp. Ég held ég hafa verið að ræða þetta í gær, ég var að fara yfir tölfræði yfir fyrirtæki sem að bæði, sko, eða kennitölu sem eru stofnaðar og haldast út í 5 ár. Það er bara mjög svona, já, ég ætla ekki að segja grátlega lítil prósenta, en það er lítil prósenta. Samhliða því að þeir sem að skila hagna á hverju ári eru líka færri en fleiri. Já, en svo getum við líka, það þurfum ekki endilega bara að tella kennitölu, því að kennitölu getur verið alls konar svona. Við getum bara hort allir þeir sem að fengi styrk úr tækniþróun. Það er svona fyrirtæki sem er að reyna að búa til. Ég hef ekki séð tölfræðina, sko, en fullt af þeim fara á hausinn, bara og ger ekki neitt. En þú veist, ég hef rætt af með vini mína í útlöndum til dæmis, að það sé frekar einfalt að Íslandi að taka fyrstu skrefin. Að þú veist, fara á stað, byrja eitthvað að fá tækniþróunarsjóðsstyrk eða fá fyrstu fjárfestingar frá þessum frumtaksfjárfestum á Íslandi og svona, kannski eitthvað stuðning frá einstaklingum og englum og svona. En svo kannski erfitt að ná þessu skala sem er næsta skrifa eftir og svona. Þannig ég myndi alveg vilja, ég hef gaman að sjá það, sko, hvernig hefur fyrirtækjum sem fengið stuðning úr tækniþróunarsjóði farnast, því ég held og myndi spá því að þessir svona á endanum sem eru búin að ná árangri, þeir vegi upp allt hitt, sko. Já, en svo er líka ein breyta sem að við þarf að bæta við hérna til viðbótar, þegar þetta hugafar fer líka óstjórnlega í töðunum á mér. Og hérna, ef við tökum þetta líka bara á smærri skala, smakkaður einhvern tímann pítsuna hérna spaðan. Nei, ég veit hvort tala um það, það er hérna gæðin sem var í IKEA, hann Þórarinn. Nákvæmlega, ég held ég hef ekki smakkað pítsuna hans, sko, en ég veit hvort tala um. Já, ég, sko, hérna, hann mitt byrjaði í rekstri og það gekk ekki, einhver hluta vegna og hérna, já, hann féll úr rekstri og þá, hérna, var það birt frétt á Facebook eða Vísi eða eitthvað þannig. Og þá voru allir að hlæja því hvað hann væri mikið fíbla að hafa reynt að fara inn að rekstur og eitthvað þannig og ég var bara, guð minn góður,
þetta hræðilegt hugafar og kannski þetta ekki eitthvað skoðun allra eða eitthvað þannig, en þetta var samt aftur á móti út af því ég hef líka búið í Bandaríkjunum og eins og þú varst að segja þannig að þá þetta ákveðið, sko ef einhver fellur á rekstri eitthvað þannig eða reynir eitthvað fyrir sér eða bara í litlum rekstri, að þá það svona álitið sem eitthvað jákvætt. En hér á landi þá einhvern veginn sko bæði ef einhverju gengur vel, þá það hérna hvað á ég í þessu, hvað að borga mikið í skatta eða þá ef einhver fellir rekstri þá það eitthvað svona hjákátlegt. Og ég hugsa alltaf með mér sko og það breytan sem ég að bæta við og þegar þú nefndir það að hann var að skaffa fullt af störfum fyrir alls konar fólk, en samlega því þá hann náttúrulega líka að búa til verðmæti, hann að búa til kaloríur fyrir fólk sem getur þá sinnt annarri vinnu á öðrum stöðum. Þannig að þú veist, afleiðingar af því að einhver reka í pítsastað það að einhver annar getur verið að sinna sinni vinnu út af því að hann með nægilega mikið orku í formi pítsa. Já, og svo náttúrulega, ég held að hann ætla að vera með svona mega iðnaðar eldur svona dalveginu til þess að búið til að vera svakalega mikið af pítsum. Meina, þessi tæki ekki, þú veist, í notkun núna, sko. Ég meina það núna bara Break búin að taka þetta yfir og þú veist, kerfi heldur áfram og þú veist, innviði vera nýttir og fólk vera hugmyndir og þú veist, það lærdómur í öllum svona frumkvölum sem gerir eitthvað, sko. En ég heldur að Ísland sé nú bara sæmilega gott í því að svona verða betra og betra í að viðurkenna að þetta séu tækifæri, sko. Þetta dettur stundum í einhvern svona Þetta smásálaháttur, sko. En sko, svo líka þannig bara, þú veist, í dag geta allir sagt ekki minn og þú stofnar eitthvað hlaðvarp og ég man þegar þú hefði fyrst samvætið maður vissi ekkert hverju varst og fletti bara hverju þú að tala við síðast og ég sagði ok, ef hann getur fengið þetta fólki við þá hlýt ég að geta mætt, sko. En þú veist, það óslega auðvelt að fá rædd og það óslega auðvelt að tala og það fylgta vitleysingum og þú veist, vitleysingarnir voru alltaf til og núna bara auðveldar að sjá það, sko. Þú þarft ekki að sjá það, þú veist, þú getur alveg sleppt í og það fylgta klára fólki og sniðu fólki sem gerir eitthvað, þannig að maður þakka líka skæða ákveðin að æðruleysi hvert að láta ekki einhverja jólasveina slása út af læginu, sko. En þú veist, allt í lægi, en auðvitað vill maður að svona megin tóttin sé að eitthvað sem reyni eitthvað og gerir sitt besta og láta á það reyna hvort að fólk geti, þú veist, unnið ykkur að segra að það fái svona smá heiðusmerki fyrir að láta á það reyna, sko. Já, ég er sammála. Annars gerir ekki neitt, sko. Ég er ósammála því sem ég sagði. Ég er sammálaður. Þú ert alltaf sammála síðustar að Nei, ekki alltaf, sko, alls ekki. Vá, nei, ég myndi að kalla það tótið á móti. Okay. Sko, nei, ég er sammála þessu og því að ég hef verið að fylgjast með því mikið af fólki sem að gera svo magnaða hluti á Íslandi að það ótrúlega gaman að fylgjast með því, sko. Sko, að því þú ert búin að tala við allar þessa pólitík, sko, og fara við það, þú veist, það sem ég vil samt alltaf reyna að segja að, þú veist, reynum bara að það sem mikilvægast, reynum að finna út úr því. Þú veist, reynum að hafa svona áttina sem við erum að keyra í, hafa hana rétta. Reynum að hafa svona megin straumana í skattlækningu svona sirka rétta. Reynum að hafa heilbrigðiskerfið okkar að vinna í svona, þú veist, rétta átt. Reynum að hafa menntakerfið sem að fara í rétta átt. Þú veist, reynum bara að hafa breiðu línurnar réttar, sko. Við munum klúðra fullt af hlutum og það bara, þú veist, þannig. En þú veist, ef við séum bara svona sirka sammála það hvernig við gerum samfélagið betra og okkar framtíða möguleika betri. Þú veist, mér finnst við alveg líklega að gera það, sko. Þú veist, þetta alveg auðvitað hægt að setja alls konar varnagla á okkar framtíðar horfur. En við berum til þess okkar stöðu bara í svo litla eyríki saman við Evrópu, bara nánast hvert einasta land. Þú veist, þá líklegt að við munum bara gera gott mót, sko. Við munum bara passa okkur að, þú veist, fara ekki vitleysa átt, sko, og taka bara einhverja alveg, þú veist, kolvitleysar aðgerði, sko, sem ákvarðanir sem geta, þú veist, verið tekið langan tíma að vinda ofan af, sko. Og við sjáum einhvern veginn til land. Þess vegna var þessi umræða sem, ég tala aftur Björn Brynjólfur, hann bara snjallstrákur. Hann var gagnrýndur fyrir að vera bara einhver auðvald sinni sem ætlaði að arðræna menntakerfið þegar hann var að segja að það þyrfti að vita það hvernig krökkunum gengur í skólanum. Þú veist, við þurfum að vita hvernig krökkunum gengur í skólanum. Það bara, annað bara, þú veist, ef við vitum ekki hvert við erum að fara, þá skiptir einhver máli hvaða leið við veljum, sko. Það bara þannig. Og þess vegna fannst mér gott í þessar svona fórkostningu umræða að menntakerfið datt inn. Mér fannst gott í kostninga umræðinni, þú veist, að það vera ræðum það hvernig við vildum skattleggja og af hverju. Það sem kom mér aðeins óvart og kannski þetta að því það tæknilegt að það voru margir að tala um að auka sparnað í ríkisrekstri. Gott og vel. En
þú veist, ríkiskerfið náttúrulega þannig að megin þorri kostnaðarins fólk, laun og í ríkinu bara mjög erfitt að breyta því sko, það er mjög erfitt að segja upp fólki, umbuna fólki sem stendur sig vel, breyta hlutverkum, breyta deildum, breyta, þú veist, bara fækka fólki, þú veist, og í prinsippunum þá hefði ég svona haldið að veri gagnlegt að svona uppbygging vinnumarkaðsmódelsins yrði rædd sko, að því að ef þú ætlar að spara verulega í ríkisrekstri þá þarftu annarkvort að fara ykkur krúsidúlur með einhvern sameiningu stofnana eða ykkur svoleiðis dótari sem bara vesen eða gera auðveldara að segja upp fólki sko, og þegar þú ert að segja að þú ætlar að spara í ríkisrekstri þá ertu rosa mikið að segja að þú ætlar að vera með færra fólk auðvitað er þetta að segja að þetta er að minnka sóun og auka skilvirkni og svona það er alltaf allir að reyna það sko en svona stóru breiðu línunar er bara að gera minna gera færri verkefni þá þarf þetta að segja upp fólki þú veist það er hérna á tillitdögum þá tölum það þessi allt og margar stofnanir á Íslandi og allt og flókið verkefni svona en þetta er í prinsipum bara fólk sem er að vinna og reyna að gera eitthvað sko en ef ríkið ætlar að minnka kostnaða og auka skilvirkni og þá prinsipinu þarf það bara ákveða að gera færri hluti getur þú gert eitthvað betur ég alls ekki að efast það en mótilið er samt þannig að þú hefur lítinn hvata til þess að minnka kostnað sko. Fólki er í vinnu, fólki er með ríkréttindi það er hérna þú hefur ekkert brjálaðan hvata til þess að minnka kostnað sko. Það er bara þannig og mótilið er þannig að það er auðveldara að auka kostnað og það er erfitt að dagurunum, fólk getur farið í alls konar leyfi og það er hérna ríkréttindi fólks til þess að vera með stöðu sem ríkisstarfsmaður sko og ef þú breytir því ekki þá er veruleg hagræðing í kerfinu snúin sko en ég meina ég held að sé tækifæri til þess að hagræða, ég er alls ekki að segja það en ég held að stór hluta þeirra umræða þyrfti að vera svona að skilja vinnumarkaðsmódelið til lítar sko. Já, ég er alveg sammálaður að stórum hluta, þú talaðir með minnir, ég hef nú ekki hlustað á þetta síðan við tókum, en með minnir að síðastu við tölum saman þá hafi verið sagt að við ætlum að einbeita okkur að stóru tölunum og að stóru tölunar væru svona heilbrigðiskerfið og svona breiðar strókur í því. Já, heilbrigðiskerfið, vegakerfi, menntakerfi, þetta eru stóru línunar. Það er ekkit, það væri rosa fínt að fækkum ykkur að 3-4 stofnanir og það er svona merkjasending það er rosa fínt að held ég að einfalda ráðuneytaskipanum og þessi augljóst hver ber ábyrgð á hverju ég held að sé gott sko og minnst það svona fín yfirlýsing hjá þeim 3 frúm núna sem er ræða saman að segja að ég ætla að fækka ráðuneytum sko en það er ekki stóru málin sko stóru málin væri að svona gera svona drastiska breytingar á því hvað ríkið ætlar að gera sko. Það er rosalega mörg verkefni á höndi ríkisins, rosalega mörg kannski er hægt að fækka þeim sko. En ég hef líka rætt að með heilbrigðiskerfið að það er greiðlega óheppilegt að okkar fagfólk sé að sinna sínum fagstörfum minni hluta af sínum starfi heldur en við myndum vilja sko og við erum með úrræði sem eru hagkvæm, sem eru vanfjármögnuð og af því að þetta er svona lendur á milli boxa þá er fólki í dýrari úrræðum af því það er bara eina leiðin sko. Ég siti í stjórn hérna Kjarks endurhæfingar sem hétt einu svona sjálfsbjargarheimilið og ég þekki þetta nú ekkit allt og alla króka og kima umhunarkerfisins en ég er samt eiginlega búin að komast að því að það úrræði til dæmis sé gríðlega hagkvæmt en það er rosalega fá plás innan gæsalappa sko, það eru fáir skjólstæðingar sem fá þá þjónustu fullt af svona úrræðin sem væri hægt að fjármagna en á móti kemur af því að þau eru takmörkuð þá eru fullt dýra úrræðum notuð því að þau eru inn í kerfinu og þú veist, ef þú ert ekki með úrræði þá endur bara spítalinu sko, það er bara ferðþanga og þessi fráflæðisvandi sem er svona bransa orð sko, en hann er samt svona stórt atriði, þannig ég er ekki að segja að ný ríkisstjórn geti ekki hagrætt en ég held að þurfi að vera svona það þarf að beina í nefinu helst vera á sko háa levelinu sko, þess að svona stóru myndinni hvað viljum við að ríkið sé að gera
hvað má ekki klikka, hvað leifum við okkur að svona sé ekki í forgangi sko. Ég held að væri hægt að einfalda kerfið með því að leggja niður, ég veit ekki 30-40 stofnanir sko, auðvitað missir þá margt fólk vinnuna sko. Og það er kostnaður í því og það er flókið sko. Það er líka bara samt eitthvað fólk sem að gæti örgulega út af því að ég mér finnst líka það er þetta að horfa þetta út frá 2 ásum, hún getur horta á þetta bara hérna, já, ef fólk missir vinnuna bara ferða að gera eitthvað annað, ok, það er ekkit alveg þannig, en svo er aftur á móti hinn ásinn sem er bara þannig að ef fólk missir vinnuna þá er það búið að missa vinnuna og verður atvinnulaust. Sannleikurinn er einhvers staðar hann á milli, að í flestum tilfellum þá fer fólk að gera eitthvað annað og þá er þetta mannafli sem að nýtist á öðrum stöðum sem er samfélaginu þá líklega til þess að vera meira til hagsbóta og núna búum við bara við þann veruleika að ég meina eins og þau úrræði sem þú ert að tala ég meina ég vann stuttan tíma á landlæknisembættinu þar sem ég var meðal annars að skoða kóða fyrir DRG-kerfið þar sem maður var að skoða hvað það kostaði að hafa sjúkling inn á bara legurými og það er bara rosalega mikill peningur og eins og þeir voru að segja hérna í þeir stjórnendur sem ég talaði við fyrir meistarritgerðina mína að þeir voru einmitt að fjalla það bara hérna hjúkrunarrými og öldrunarþjónusta myndi koma til með að stórbæta bæði okkar rekstur en líka myndi koma til með að minnka kostnað og ég einhvern veginn fór að hugsa út og núna erum við með einhvern veginn þá stöðu að Inga Sæland segir að og ég hef reyndar heyrt það frá öðrum að fólk sem eru eldri borgarar og sem eru að þiggja öldruna þjónustu að þeir halda þessi í útlöndum út af því að það eru bara mjög mikið af útlendingu sem eru að vinna á þessum í þessari öldruna þjónustu og núna eins og segi maður er komin að svolítið eldfimt svæði en maður aftur á móti þarf að hugsa til þess bara ok en væri þá kannski manneskja sem að væri að vinna á ákveðinni stofnun sem gæti þá ef að væri mannsamhendi gjör á þessum í þessari öldruna þjónustu sem gæti þá verið að vinna á þessum stað og þá erum við búin að búa til ákveðin hvata til þess að fólk fari þá og sinni til dæmis eins og umönnunarþjónustu eins og ég er í sjálfur þú mátt til dæmis ekki tala íslensku ef þú ert að vinna með fötluðum en ef þú ert að vinna á leikskóla í öldrunarþjónustu þá er ekki gerð krafa íslensku kunnáttu þannig að við búum við rosalega skakkan veruleika og ég held sko að því við erum að tala svona pólitískar áherslur tala windows of opportunity í svona stjórnsýslufræðum þar sem að eru ákveðin staða sem að kemur upp þar sem að þú hefur tækifæri til þess að bæta eða breyta rekstri og ég held að við séum núna í svolítið svona þessum glugga tækifæris með nýja ríkisstjórn en ég er aftur á móti ekkert mjög sko ef að þessi ríkisstjórn sem er að tala saman núna við erum að tala hérna föstudaginn hvað er 7. desember að ef að þessi ríkisstjórn verður að þá held ég að hún muni ekki vera mjög peppi að fara þessar aðgerðir einfallega út af því að eins og ég var núna að fara yfir með þessa forsendur að við værum að ýta fólki úr stofnunum til þess að fara að vinna í öldrunarþjónustu og það myndi einhver sem er hérna frá erlendu ríki myndi missa vinnuna að það eru samt sko ok, það er eina aðgerð en þetta verður alltaf óþægilega aðgerð sama hvernig þú gerir þetta eins og þú varst að fara yfir þetta verður alltaf óvinsælt fyrir einhverjum ef að það á að gera einhverja raunverulegar aðgerðir eins og talaður Já, sko Ég er þetta þú líka orðað til dækja raunverulega aðgerðir en ef við til dæmis hugsun bara hvað er í gangi hvað þurfa að búa okkur undir þjóðin er að eldast og fyrir hvern sem ætlar að skapa tekjur núna erum við með svona cirka 5 á móti 1 5 mann skapa tekjur 1 fær þjónustu cirka en líklegt að þetta breytist í 2 á móti 1 þannig bara gjörbreytt staða þetta er ekki eitthvað sem mun breyta öllu fyrir okkur á morgun og næsta árun en þú veist ef ég væri að búa til svona fullkomið stjórnvald þá myndi ég segja að þetta væri eitthvað þyrfti að hafa í huga hvaða samfélag eru við að teikna upp næsta árin og hvernig mun það líta út svona í aldursdreifingu og svona skattlagningu og bara struktúr þannig að það er mikill Þú eru hans að fylla í eðina 2-1 fyrirkomulagið verður núna eru sett 5 manns sem eru basically að skapa skatttekjur fyrir 1 sem eru eldri borgari eða eftirlaunaþegi eða eitthvað slíkt þannig að svona aldursdreifing þjóðarinnar er svona cirka 5 á vinnumarkaðsaldri og 1 sem er ekki þar sko. Svona fyrir utan það eftir 30 ár eða 40 eða hvað það var, ég maður ekki alveg þá er þetta að fara að breytast þannig að 2 skapa tekjurnar
fyrir hvern einn sem sko að fá þjónustura. Þannig að þetta gríðarleg breyting sko. Þannig að miklu þyngri byrði lögð á samfélagið til þeirra sem að skapa tekjur eða á vinnumarkaði til að búa til verðmæti til að halda upp í velferðarkerfinu. Bara gríðarleg breyting. Við hefum verið ung þjóð, við hefum grætt á því, þess vegna hefur þurft að verja minna svona fyrir sama árangur í prinsipinu til heilbrigðisþjónustu heldur en margir aðrir undanfarin ár. Það að minnka sammunur, við erum að fara bara í sama farveg og margir aðrir. Svo Evrópa bara, það held að sé 41,9 ár meðalaldurinn að meðan að 36,6 hjá okkur. En þú veist, þetta er rosalega stort, rosalega mikil breyting að hlutfall þeirra sem þiggja þjónustu á móti þeim sem skapa verðmæti og skatttekjur að breytast mjög mikið. Og þetta er eitthvað svona prinsip sem svona stjórnkerfi þarf að búa sig undir að breytist. Sko. Þú veist, það þarf að svona þú veist, ef þú ert bara í hversdeginum, ef þú ert bara að teikna framtíðina út frá því sem í dag, þá verður ekki búin undir þetta. En ég er ekki viss að sé á borðinu við stjórnarmynduna eru hvernig búa okkur sem best að næstu 3 árum eða 4 undir öldrun þjóðarinnar. En heilbrigðiskerfi okkar þarf að vera að teikna til það að sé það skilvirt, það geti átt við þetta innan tíðar á þess að allt fari í steik. Þú veist, þannig að þetta er, þú veist, ég tala að ég vilja tala um stóru myndina, þú veist, þetta er stóra myndin sem þarf að hugsa þú veist, aldurssamsetning þjóðarinnar. Þú veist, hvernig viljum við að menntakerfið sé byggt upp, hvað menntun viljum við stuðla að, þú veist, hvernig ætlum við að gera þetta, þú veist, það vil eins og við tala um það í heilbrigðisráðuneytinu, við vildum kannski, núna þyrftum við kannski að undirbúa það að eitthvað sérnám lækna var í boði í Íslandi þannig að við höldum fólkinu betur hjá okkur, við þurfum að búa til eitthvað svona prinsip í heilbrigðiskerfinu sem styður við þetta, við erum kannski að reyna að beina fólki í menntun í einhver áttir til þess að auka nýsköpun og eitthvað svona til þess að skapa meiri verðmæti, þú veist, það er fullt af hlutir sem við þurfum að gera, en undirliggjandi er alltaf, það eru færri að fara að skapa verðmæti til þess að hjálpa fleirum að lifa af, þú veist, fólki er að eldast, þú veist, hver sem er yfir, þú veist, 90 árum það er dýr þjónusta sko, og þessu fólki mun fjölga bara stórkostlega, þú veist, bara með við mannfjöldaspár, þó að Hagstofan myndi verða bara alveg út á túnum með spánar en er svona í stefnunni í rétt átt á þetta að fara að vera þannig, skiptir ekkert öllum máli hvort það gerist 2055 eða 2045 eða 65, þetta er þróunin, áttin er alveg ljós sko. Við erum að fara að eldast, það er bara pottet sko. og við þurfum að búa okkur undir það, þannig ég myndi segja hvað á ríkisstjórnin að vera að undirbúa og þetta vera með bara auðvitað þarftu að auka þessa skilvirkni, þú þarft að vera með gríðarlega einbeitt prinsip á því að ríkisrekstur þurfa að vera betri, þú ert að auka hvatana í kerfinu til þess að gera það. Ég held að vinnumarkaðsmódel opinbera kerfisins sé með of lítið að hvötum til þess að skilvirkni sé aukin. Þú þarft að búa undir það að gervigreind og allt það geti aukið hagvöxt og skilvirkni í kerfinu, þú þarft að búa undir það að öldrunar þjónusta eða umönnunar þjónusta eða heilbrigðisþjónusta hún muni aukast, þá getur þú aukið tæknivæðingu eða þú veist, gert ykkur svona prinsipbreytingar á strúktúrnum, en þú þarft að undirbúa þetta, þú þarft að gera þetta, það mun ekki gerast á einni nóttu, fólk eitthvað hætti í einhverjum stofnunum sem mér finnst kannski vera óþarfar eða sinna verkefni sem er ekki forgangsmál, fólk fyrir ekki mæta morgun og fyrir eitthvað sinna umönnun í spítalanum eða eitthvað sko, en þú þarft að búa til eitthvað svona þróun og eitthvað svona trend sem stiður við það að við náum árangri til framtíðar. Þetta er náttúrulega hundlega heiligt tal sko, þetta er bara eitthvað svona tæknilegt og eitthvað sko, en þú veist. En ég held að það þurfi líka að verða ákveðin sko breyting á dagskrárvaldi og almennri umræðu sem að snýra því að sko það sem okkur finnst kannski ekki endilega vera spennandi mun óhjákvæmilega verða mjög áhugavert, mjög fljótt. Eins og ég er búin að reyna að ýta á dagskrá, bara Kínverjar að verða 600 milljónir. Hvað þýðir það fyrir okkur? Þeir eru miklu fleiri en 600 milljónir. Kínverjar eru miklu fleiri en 600 milljónir. Já, þeir eru núna, þeir verða 600 milljónir. Já, þeir eru fækkar, meina. Já, ég skilji. Úr 1400 milljónum, 600 milljónir. Já, ég skilji. Fyrir árið 2100. Já, og Indverjar verða fyrir einhverju leiri og allt þetta. Já, og Afríkubúar líka, þeir verða, 5 miljardar hérna fyrir 2050 eða eitthvað? Já, Afríka er 17% af heiminum í dag og verður svona 30. Já, akkurat. Þannig að þetta er mjög spennandi tímar. En sko... En hérna, út af því mér langar skjótin inn.
út af því að þú segir í einum af þínum pislum að við ofmetum breytingar næstu 2 ára en við vannmetum breytingar næstu 10 ára. Þetta er eitthvað frasi sem Bill Gates á, þannig að ég ætla ekki að fara að stela honum. Nei, þú átt hennar frasa. En En sko það sem ég út af því að út af því við erum að tala opinbera rekstur, að langaði með að fleyta okkur inn í smá umræður sko það sem að mér hefur fundið svolítið áhugavert og mér var svolítið áhugavert í þessari kosningabaráttu að það sé sama sem merki á milli fjármagns og skilvirkni opinbera kerfa og þetta finnst mér vera algjör tálsýn út af því að það er alls ekki sama sem merki þannig á milli, það getur verið einhvers konar ég held að þessi enginn að segja ég held að þessi ekki fá margir sem segja að þessi sambandi milli skilvirkni og peninga, hins vegar margir sem segja að þessi sambandi milli þess að árangri sé náð í ykkur og þeirra peninga sem við var í þeirra. Já, það er kannski frekar það sko og það er náttúrulega þessi klassíska umræða heilbrigðiskerfið þar sem þeir segja við verðum ekki nógu háu hlutfalli af landsframleiðslu í heilbrigðiskerfið ef við verðum ekki nógu miklu til kennara, kennara lögðu áslá fjárfestum í kennarum, þessum þá verður menntakerfið betra sko, að við séum ekki að fjárfesta nógu mikið í kennarum, það er eiginlega enginn í heiminum að fjárfesta meira í heilbrigðiskerfinu heldur en við og það er eiginlega enginn að fjárfesta meira í kennarum heldur en við, það er bara þannig og við verjum einna mest í OECD til grunnskólakerfisins en grunnskólakerfið okkar er ekki að ná árangri á allavega tiltekna mælikvarða. Ásmundur einanlega mikla ást að það velsæld nemenda væri að aukast og krökkum liði betur örugglega bara rétt sko og ég held að ég geta deilum það en við höfum ekki náð því að mennta börnin okkar með þeim hætti sem ég held að mörg okkar vilji en kannski verra er að við erum ekkert alveg sammála það hvernig við ætlum að mæla það sé að ganga sko. Við getum alveg mælt líðan og eigum alveg að mæla líðan en við höfum líka að vera sammála það hvað er gott menntakerfi, hvað er góður grunnskóli, hvað kunna krakkar mikið þegar þeir útskrifastu grunnskóla til þess að við séum sátt. Í dag erum við ekki með góða mynd af því og þetta sama gildir heilbrigðiskerfi. Hvað er eðlilegt að læknir sé að verja miklum tíma í að lækna þessu skrifstofa og hvað ætlum við að gera til að komast þangað? Nákvæmlega sama með grunnskólana, hvað er eðlilegt að lesskilningur 15 ára gamalt barn sé mikill, hversu langt erum við frá því og hvernig ætlum við að komast þangað og hvað erum við að gera til þess. Einföld prinsip, einföld markmið, fylgjumst með þeim, reynum að nálgast þau frekar að fara inn áttina en vitum allavega hver markmiðin eru. Ef að heilbrigðiskerfi á að vera gott, hvernig lítur það út? Ef að menntakerfi, grunnskólakerfi er gott, hvernig lítur það út? Hvað erum við að gera? Það er margt gott að gerast og kennarar vilja ná árangri en við erum allavega samlum það hvernig það lítur út ef þeir ná árangri og hvað við þurfum að gera til þess að þeir náu meira árangri. Vitum við í alvörunni hvert við viljum fara með menntakerfi sko? Hvað viljum við að krakkandi kunni þegar þeir eru 12 ára eða eru 15 ára? Hvað er aðalmáli sko? Það hlýtur að vera alveg svo í opinberri rekstri. Það er eitthvað sem við viljum að sé bara first order of priority sko, það verður forgangsmál. Sama með menntakerfi. Maður sér reglulega að pistla frá samtökum fjármálafyrirtækja þegar auka fjármálalæsi. Maður sér pistla frá geðhjálpum þegar auka áherslu á líðan barna í skólanum. Maður sér félag verkfræðinga þegar auka verkfræði eitthvað bla bla bla. Það er allir að koma með sitt sko, en svona ef við byrjum einhvers staðar, þá hlýtur að vera bara lesskilningur. Ef krakka geti lesið eitthvað, vita hvað það þýðir, því þá allt annað kemur eftir. Næsta væri starffræði, skilur. Getur þú bara framkvæmt grundvallar atriði sem geta hjálpað þér að bara virka í lífinu sko. Það er bara 2 atriði. Allt annað, ef við náum þessu ekki, skiptir einhver máli. Þú fer ekki að kenna fjármálalæsi ef að fólk er ekki læst sko. Það er bara að þú byrjar á læsi sko. Svo fer í fjármálalæsi. Ég er ekki að segja að fjármálalæsi sé ekki mikilvægt sko, en þú byrjar á grunnunum og ef við vitum ekki hvort við erum að ná árangri í grunnunum þá erum við að laga það fyrst áður en að fara að laga eitthvað annað. Þannig ég held að það þurfa að einfalda eiginlega allt sko. Ég held að við séum að
það er svo auðvelt að bæta við einhverjum lögum eða reglugjörðum sem auka vægi þessa inn í kennslu eða hvað það er sko það er ekkert gaman að leggja ekki fram ný lög ég hjálpaði okkur að vera í farabróti í heiminum í kennslu og fjármálalæsi í grunnskólum örugglega bara besta mál sko en það er engin svona pólitísk pólitísk klappa baki fyrir að allt innu séu börnin að læra betur að lesa sko það er ekkert svona nýtt frumvarp kannski þarf að vera eitthvað svona áherslur í menntastefnu eða hvað er sko til að gera það en ég held að þetta sé ekki rétt ég held að við myndum alveg ef einhver ráðherra getur komið því á laggirnar krakkarnir kynna að lesa þá held ég myndi gefa hann að jú, ok, allt í lagi kannski, en þess ég er að meina mér varst svona fyndið þegar Sigmundur Davíð sagði að það veri best við ríkisstjórnin að þau gerir sem minnst og gerðu þau farið mistök sko en það er samt svona einhver leitið þar sko gerðu færri hluti einfaldaði kerfið gerðu það betur verður með algjörlega hreinu hverju þetta á að skila og búðu til hvata í kerfinu sem nudda þeir í þá átt sem er nauðsynlegt sko. Ég held það væri rosalega holl spurning fyrir nýja ríkisstjórn hvernig er þetta auka hvata í opinberum rekstri til skilvirkni hvernig er þetta auka hvata í opinberum rekstri til svona forgangssöðunar eða skýra markmiðasetningar eða mælingar á þeim markmiðum ég held að kennara vilja alveg vita hvað þeir eiga að reyna að vera að gera sko. Kennara vilja alveg að fá meiri svona stuðning við það að menntakerfi sé sameiginlega að stefna í rétt átt sko. Já, ég náttúrulega sko, ég fagnaði náttúrulega mjög þegar Jón Pétur Símsen komst inn á þing og mér varst það mjög ánægjulegt út af því að ég hef verið svona að reyna náttúrulega ekki með sama slagkraft og margir aðrir en ég hef búin að reyna að ýta þessum menntamálum núna já, áfram í senstu 2 ár sérstaklega með Hermundi og Jóni Pétri og ég sko skrifaði þetta á alveg gengdarlausa meðvirkni Ásmundar Einars þar sem hann einmitt var með eitthvað verkefni sem er í Vestmannaeyjum og leyfði svolítið þeim sem eru svona áhrifavaldar innan þessa kerfis að í rauninni bara ýta því frá sér og það er það sem hefur verið að gerast. Ég veit að menntavísindasvið hefur ekki tekið Hermundi vel og það er alveg til háboruna skammar að mínum mati. Svo er bara búin til ný stofnun og eitthvað ný verkefni og allt frá grunni, eitthvað matsferill og eitthvað. Við erum með allar þessar mæleiningar og þessar mælaborð. Þannig að ég skrifaði þetta á þetta og ég vona að hver sem það verður sem að tekur við menntamálaráðuneytinu að hann muni koma til með að hann eða hún muni koma til með að vera ekki meðvirk og Ásmundur Einar. Ég veit að ég er leiðilega við hann en mér finnst hann mjög fín en mér finnst þetta bara allt of mikil meðvirkni út af því að þetta varð verra og verra og er búið að verða verra og verra. Þar af leiðandi hlýtur að þurfa að gera breytingar og það eru breytingar sem voru ekki gerðar. Horfum bara þú ert bara heima hjá þér og þú hjálpa barninu að læra og þú sér það að starffræðibókin sem barnið er að læra er sama bókin og þú lærðir hún er gefin út 81 ef þú horfir á þetta segir, er þetta ekki eitthvað skrítið? Þetta er ekki eitthvað skrítið að það hef ekki verið endurnýja námsefni í starffræði í 40 ár það er svona þessi prinsip lögum svona bara grunninn bara, skulum vera með hvernig er starffræðikennsla toppklass gerum það, hvernig er íslenskukennsla toppklass, íslenskan getur átt alveg ótrúlega bjarta framtíð á svona stafrænum tímum á grunni þess sem okkur hefur tekist að gera til þess á vettvangi máltækninar nýtum það það eru alveg fárlega mikil tækifæri til einstaklingsbundins náms á grundvelli tækni sem hafa algjörlega verið vannýtt krakkar geta lært starffræði í tímanum sínum þar sem allir eru að læra á því leveli sem þau eru þannig þau fá alltaf verkefni við hæfi kennarinn getur fylgst með það hvort að Tóti sé að læra á sínum hraða í dag ef þú ert alltaf að læra í starffræðitímanum minna heldur en í síðustu viku þá gæti annarkvort bara sjálfkrafa að vera haft samband við foreldrana eða þeim myndu kannski hringja sig er eitthvað í gangi, akkur er Tóti svona hann reiknar miklu hægar og gerir miklu fyrir mistökvöldur en venjulega þessa viku, er eitthvað í gangi
það er bara mikil veikindi og Hann hann er missti svo afa eða vitla eitthvað, af hans var að deyja eða eitthvað, þú veist, tækifærin fyrir kerfið til þess að auka skilvirkni á grundvelli skýrar forgangsröðunar, einföldunar og tækni eru fáralega mikið og ég hef alveg trú að Þórdísi í þessari nýju menntastofnun sko til þess að gera það, en þú veist, þá þarf þetta að fækka verkefnunum þannig að forgangsmálin verði í alvörinu forgangsmál í stefnumótun þá snýst þetta val, þú veist, ef þú ætlar að gera allt þá gerur ekki neitt, en þú veist, þú þarft að búa til eitthvað stefnu valkosti og velja hlutina sem eru þá sko aðgreinandi frá okkur öðrum, þú veist, þú ætlar að gera meira þessu, þá verður að gera minna okkur öðru og auðvitað, þú veist, getur aukið skilvirkni og getur gert meira ykkur, þú veist, hverju tvekja, en þú ert alltaf samt að velja, það er eitthvað sem er mikilvægur en annað og ég held sko að ef þú gerir það þá eru okkar tækifæri einhvern veginn svo miklu ljósar, ég myndi til dæmis vilja ég kem ekki náttúrulega og veit ekki um þetta, ég myndi til dæmis vilja að stjórnarsáttmáli næstu ríkisstjórnar verði stuttur það verður bara svona prinsip, það er prinsipbundin það er svona bara, þetta eru forgangsmálin þetta er það sem við ætlum ekki að klika á látum allt annað bara danka eiginlega, en þetta eru forgangsmálin, þú veist, við ætlum að þú veist, gera þetta og þú veist, það er, þú veist, þá geta allir í stjórnsýslinu, allir í samfélaginu allir í atvinnulífinu bara vita ok, þau eru að reyna að gera þetta, ekki 1400 hlutur ég vart með 64 stefnur það er ekki mér eina stefnur sko. Þú veist, ég held að sko stefnuskjöl eru oft til vansa eða er ekki eitthvað svona prinsip fyrir ofan sem segja þér í hvað átt að fara ég vinn alltaf alls konar svona vinnu og plappalegt fyrir mig að segja að þú er ekki að gera fleiri glærusjó því ég eiginlega gera ekkert annað en búið til glærusjó eða eitthvað skjöl en það þarf samt að vera svo ótrúlega ljóst hvert er verið að fara og hvernig skrefin eru tekin í það átt að komast þangað og hvað hvata hefur til þess að komast í það átt þetta er svolítið í góðum fyrirtækjum þetta er svolítið í góðum ríkisstofnunum þetta er svolítið í góðum ráðuneytum það þarf bara að hafa algjörlega á hreinu í hvað átt ert að fara og hvað gerir það líklegt að þú komist þangað sko og þessi prinsip eiga alveg jafnvel í opinberum rekstri og einkarekstri sko. Já, ég las bók í undirbúningi fyrir þetta viðtal sem að þú mælti með síðast Nudge eftir Robert Taylor og Kassari Sönstein þar sem að þeir einmitt tala það hvernig svona þú getur ítt fólki til þess að taka ákvarðanir í einn lífi sem eru svona samfélaginu til hagsbóta þetta hljómar mjög svona mikil þetta hljómar svo mikil forræðishyggja þeir tala einmitt frjálshyggju, forræðishyggju sem er svona hljómar eins og öfumæli en er samt hugtak sem make sense og það er einmitt þetta sko eins og ég hef nefnt í skólakerfinu og reyndar öðrum kerfum að ef þú vilt að sko margar breytur hægir sér að tiltekja máta þá er það oftast með því að taka ákveðna breyta henni og þá byrja önnur tannhjól að snúast öðruvísi og það er þetta sem að mér finnst einhvern veginn hafa alveg einhvern veginn fallið í allir þessari umræðu skólamálun út af því að þetta er eins og þú segir sko við erum með eitthvað markmið hvernig ætlum við að komast hingað og svo höfum við verið að sjá kerfi sem eru með bara ákveðin kerfi þar sem að þú ert til dæmis með hvata fyrir krakkana þar sem að krakkanir eru fá eins og lesefni við hæfi stórkostlega einföld í aðgerð bara alveg ótrúlega einfalt mál til þess að takast á við að lesskilningur sé ekki á þeim stað sem við viljum hann út af því að við þurfum líka að gera ráð fyrir því að krakkar búi við mismunandi aðstæður sem krakkar fá miklu meira aðstoð heima sem krakkar fá enga aðstoð heima og sumir krakkar koma inn í skólakerfið verandi læsir einfallega út af því að sumir foreldrar leggja meira áherslu á það þegar þú ert með hvata fyrir krakka, við vitum bara sem svona bara mannskepnur að ef að ég segi við einhver krakka heyrðu, þú þarft að gera þetta þá er hann ólíklegri til að gera það hins vegar ef ég segi við hann, heyrðu, þú farð að velja á milli 3 bóka sem að þú mátt taka með þér heim og þú mátt einbeita að lesa þessa eða þessa en sko frasin er strákar nenni ekki lesa það er svona frasi í síðustu viku voru 5 mest seldu bækurnar í bókabúðinni sem ég horfði allar eftir Bjarna Friðsson hann er rúmlega 40 og kallmaður með íþróttabakgrunn
sem skrifar svona ævintýrabækur þar sem svona strákar í íþróttum eru í forgrunni. Hann heldur partí í Kringlunni eða Smáralind eða hvað það var, það mæta 500 börn til að skoða bækur. Hann gefur út núna held ég ykkur 5 bækur fyrir jólin og selur þetta í bílförumum með því að gefa út sjálfur og með alveg brjála frumkvæði og það enginn að segja þessum börnum sem eru kannski stórun hluta drengir að þeir lesa þetta, að þeir lesi þetta. Hann var eitthvað að gera grína en daginn, hann gaf fyrst út ykkur svona sjálfshjálparbók fyrir stráka sem var svona að því hann sálfræðingur og ætlaði að gera eitthvað snöðt og strákurinn hans nefndi ekki að lesa það, hann var hundlegilegt og hann fattaði að hann eftir að gera skemmtileg bók. Svo gera hann skemmtileg bækur, orri óstöðandi, frábært koncept og hann er bara að selja þetta endalist og þessi krakka að lesa þetta nákvæmlega þessu fórsendum þú segir. Þú veist, búin til umhverfið sem börnin sko, þú veist, finna eitthvað við sitt hæfi, það er ekki starffræðibókin sem kom út 1982. Þú veist, það er mjög búið að breyta sko. Og tækifærin til þess að þú veist, búa til hvatana í einhvern Robert Taylor struktúr að nutta krökkum í áttina lestri eða einhverju öðru, þú veist, þau eru þarna sko, þú veist, mér finnst svo geggjað að sjá það hvernig lestur drengja eða barna hafi styrst alveg stórkostlega á íslensku af því að Bjarni Friðsson gaf út einhverjar ævintýrabækur sko, búin að gefa mörg ár, bara frábækur bara gera það alveg frábærlega og algjörlega forsendu þess að þú veist, enginn er píndur til að taka þátt í þessu sko og þú veist, við getum búið til svo marga svona sögur úr kerfinu bara með réttum hvötum í svona almennar áttir og þú veist, tækifærin eru þarna alveg út allt sko, ég veit nú ekki okkur ég var að segja þetta Nei, ég meina þetta er bara frábært input og ég meina ég hugsa það líka oft sko því að ég til dæmis tel að úlingar eigi ekki mikið að vera á samfélagsmiðlum og ég er að kenna mikið á úlingum, ég er með nokkra tugi á hverjum degi og ég hugsaði með mér sko, hvernig fæ ég þá til þess að vera ólíklegri til þess að vera í símanum og þegar ég byrjaði sko, það er bara engin sími í gyminu, bara ef þú ert í símanum þá er bara burpees og það er alveg hægt að fara raukur í því að það sé gott líka en svo fór ég bara að útskýra fyrir þeim og það ég tel að það sé rétt bara ef að þú ert mikið á samfélagsmiðlum þá verður þér heimskari og ert ólíklegri til þess að ná árangri og ég veit alveg að þetta kannski kann að vera svona harðirt en sko ég tel að þetta sé til hagsbóta út af því að það er ekkert sem að ungir strákar, sérstaklega og stelpur líka vilja meira heldur en ákveðna svona viðurkenningu. Þú veist, samfélagsmiðlar eru bara einhver svona viðurkenningatól þar sem að þú ert að reyna að sækjast í viðurkenningu á einkennilegan eða góðan máta, hvernig sem þú horfir á það. En ég er samt búin að vera að eiga rosalega mikið að samræðum við krakkana og þau eru á því og ég veit ekkert hvort það hafi verið fyrir tilstilli þess að ég var að ræða en þau segja líka að það hafi verið í skólanum að þá er ákveðin svona hugarfarsbreytinga hvert samfélagsmiðlum og símum að þau eru jafnvel ólíkleg til þess að vilja hafa það kringu sig því að þau eru náttúrulega ekki með þroskaðan framheila og eru kannski ólíklegri til þess að geta hamið sig en þau eru sjálfa að segja herri, við þurfum að fá þetta úr skólunum við þurfum að hafa þetta úr öllum frístundum út af því að þetta er það ávanabjöndandi. Ég held að samfélagsmiðlar bara eins og annað fer í gæt með eitthvað svona öldudal þegar þetta er tekið upp og þróast og við þurfum að finna eitthvað jafnvægi sko. og ég ætla ekki að, þú veist, ég er alveg jafnsegur og eiginlega allir aðrir að vera alltaf mikið í símunum og missa fókus á því og svo fræðins og reyna að teka reglulega einhver átöka sem ég reyna að laga það og sama hér. Veist, en þú veist, auðvitað er þetta bara, þú veist, þetta er ekki svona gálegt allt saman en þú veist, auðvitað er þetta alltaf þetta klassika bara börni læra það sem fyrir þeim er haft og þú ert að búið til einhverja kvata þannig að þau gerir þetta rétt og svo fræðins, ég held að þau eru að búið til kvata fyrir börnina að vera minni í símunum. Veist, og hvernig gerum við það? Það er eitthvað svona blanda af svona direktív tóni og eitthvað svona að hjálpa þeim að skilja það sko. Veist, að láta þau finna það að þeim líði betur sko, uppáhalds svona flugvallabókin mín þessa dagana er Atomic Habits eftir James Clear það sem er svolítið mikið að tala hluti sem geta nýst í þessu sko. Veist, hvernig gerur þau svona hegðunarbreytingar til þess að breyta hegðun varanlega og hvernig það tónninn að vera til þess að það gerist og framvegis. Ég mæli með þessari bók, hún er gríðarlega auðlesin og áhrifarík og þú getur breytt inn í hegðun með því að og bætt þína hegðun með því að tilengja þér prinsipin sem er í henni. Þetta er rosalega áhugavert allt saman og ég held að það sé svona prinsip í því sem geti hjálpa okkur í barna uppeldi og þessu samfélagsmiðla uppeldi. Þú veist, þetta er líka sko þú veist, með foreldrafundi eða eitthvað svona, þú
það mæta alltaf þeir á foreldrafundin sem, þú veist, er minnst þörfa að mæta á foreldrafundin, sko. Það er þessi börnin sem eiga foreldrarna sem nenni ekki að mæta á foreldrafundin sem þyrfti að fá mesta þjónustu á foreldrafundinum og þú veist, þeir þurfa mest ástöð við símana sína eða nesti eða hvað er, sko. Þannig, þú veist, auðvitað er þetta bara eitthvað svona, þú veist, að búa til samfélag sem hjálpar flestum að vera með svona tónin einhvers staðar á tildulega réttum stað, sko. Þú veist, þetta er sama með bækur, þú veist, ef börnin sjá þau lesa, þá eru þau líklega til að lesa. Ef börnin sjá þau í símanum, þá eru þau líklega til að vera í símanum líka. Og ef börnin sjá þau borða skyndibita, þá eru þau örugglega líklega að borða skyndibitan. Þú veist, ef þau sjá þau hreyfa þig, þá eru þau örugglega líklega að hreyfa sig. Allt þetta er bara svona, þetta er bara, þú veist, ég er engin sérfræðingur í barnauppeldi eða einhverju svona hlutum, en þú veist, þetta er bara einhverju einföld prinsip í þessu nákvæmlega eins og öllu öðru. Og ég held að við þurfum kannski að fara aðeins í það átt varðandi þess að síma og samfélagsmiðla vera aðeins meira direktív heldur við höfum verið og setja svona meiri reglur, svo finnum við eitthvað jafnvægi einhvers staðar á leiðinni það hvað er rétt að gera, sko. Ég held að sé engin sérstök ástæð til þess að séu börn séu með síman í fanginu allan daginn, en svo er líka þannig að á endanum þurfum við að kenna þeim að nota þetta sér til framdráttar, sko. Þú veist, þau síminn sé að hjálpa þeim að þú veist, auka skilvirkni og allt þetta, sko. En við erum ekki alveg þar núna, sko. Nei, en ég meina, maður lærir það líka. Ég einhvern veginn hef ekki miklar áhyggjur af því að krakkar sem fullorðnir einstaklingar muni hafa einhvað stórkostlega, eða, ég hef ekki miklar áhyggjur af því að þó að fáir þinn eigin snjallsíma sem myndur örugglega hafa notað eitthvað áður 16 ára, að þá verður þú bara einhvern veginn alveg óhæfur í að nota þér hann. Nei. Það er, og þú veist, en það er þetta svona stundum kemur til umræðu, sko, að fólk sé svona, já, nei, við þurfum alltaf, þú veist, þetta er svo stór hlut af lífinu að við einhvern veginn þurfum að kenna þeim strax á að nota það. Ég bara held að það sé alls ekki rétt, sko. Ég held að við þurfum einmitt að vera í því að móta þau sem einstaklingar sem að geta þá tekist á við ýmsar áskorunir sem fylgir, við finnum að, eins og þú varst að segja sjálfur, og ég náttúrulega sjálfur segur, stundum dettur í síman fyrir framan krakka sinn, þá fer ég að skamma mig. En höfum þetta bara í samhengi að þessum að segja, þú veist, ok, ef við ætlum að banna síma eða takmarka símanotkun, setjum okkur þá okkur markmið sem samfélag eða sem, þú veist, menntastofnun eða whatever og mælum það, gáum hver áhrifin eru, segjum við ætlum að reyna að ná þessum árangri fram. Þetta er tilgangur með því að gera þetta er þessi. Við ætlum að annarkvort að, þú veist, það er þessi fókus að aukast eða krakkarnir að lesa meira eða tala meira saman eða líða betur eða bla bla bla. Ok, við erum búin að ákveða það að banna símana í skólanum. Þú veist, mælum hvað það gerist, mælum hvað hver áhrifin eru og þú veist, förum yfir það og segjum svo okkur gekk þetta. Ok, þetta gekk svona sæmilega, ok, breytum við þetta aðeins, íturum þetta, þú veist, nuts, þú veist, vitum hvað ætlum að gera, reynum að gera það, mælum það, íturum, förum hring, þú veist, það er allt í lagi að prófa það, þú veist, að gera eitthvað svona, eitthvað alveg aðgeri sem hjálpa okkur, en þú veist, skulum ekki bara gera það, skulum líka pæli okkur gera við það, hvernig ætla að mæla það, þú veist, hvað er það sem náðist fram, hvað er það sem náðist ekki fram, hvernig ef að breyta planu, við erum ríkið eða fjölskyldur eða stjórnvöld gera fullt af hlutum, reynum bara alltaf að hafa hreinu hvað við erum að reyna að gera, þú veist, eru símar vondir? Nei, en ætlum við að reyna að breyta því hvernig fólk hæða sér kringu símar? Já, við ætlum að gera það, við viljum ná þessu fram, ok, prófum það, mælum það, ítum það, prófum það, mælum það, ítum það og hefum svona stóru prinsipin á hreinum. Þannig að þetta er, já. Þetta er skemmtilegt. Hérna, við förum nú bráðum að ljúka þessu, en mér langar að sko, út af því að tala náttúrulega í erindinu hérna, hvað var það? Viðskiptaráði? Viðskiptaþingi, febrúar. Já. Kórólu 98, þar sem þú varst að líka ríkinu við Kórólu 98, þar sem þú varst svona búin að lappa upp á svona ýmsar hluti en þú værir aldrei í þessari svona breiðustrókum eins og við erum búin að vera að nefna. Hérna, fyrir utan svona mentamálin og heilbrigðismálin og þetta út svona breiðustrókur útgjaldaliði ríkisins. Hvað er annað sem að þú myndir segja að væri svona mikilvæg þáttur í því hvernig við þurfum að takast á framtíðina? Sko já, ef ég væri rosalega ánægður með nýjan stjórnarsáttmála þá væri það því að hann væri rosalega skýr, forgangsröðunin væri rosalega ljós og svona stóru verkefni sem ríkisstjórn alltaf einbytist að lagi fyrir. Og segjum til dæmis að það væri sett eitthvað svona tiltekin markmið það hvernig að einfalda regluverk eða einfalda ríkisrekstur eða lækka kostnaði í kerfinu, þú veist, þá væri ég rosa glaður. Og þú veist, þú getur líka haft hinum megin eitthvað sem er jákvætt, eitthvað sem við ætlum að reyna að vera betri í þessu og það er það sem við erum að reyna að ná fram.
þannig að hvað myndi ég segja að ríkið ætti að gera? Menn ríkið ætti bara að setja 3-4 megin mál í forgang, setja skýr markmið það hvernig þessi mál eiga að standa betur, brjóta það niður í ykkur verkefni og sama tíma vera með eitthvað svona annað forgangsmál sem væri að fækka verkefnum og einfalda verkefni, fækka handtökum, þú getur bæði verið með áherslunar auka skilvirkni með einhvers konar vinnubragðabreytingum eða tæknibreytingum eða slíku, en líka bara segja, þurfum við að gera þetta og það alltaf, það auðvelt að setja þetta í eitthvað svona hægri vinstri frjálshyggju íhaldssemi gír sko, en mér þætti rosalega töff að alveg sama hver í stjórn að ykkur geti sagt, sjáuð þetta, við gátum einfalda kerfið, það rosalega erfitt að einfalda kerfið, við náðum að fækka verkefnum með því að gera þetta, ekki bara með því að samin einhverja stofnanir og láta þetta vera, eitthvað óbreytt en vera bara með 2 stofnanir í einni og fækka fermetrum eitthvað, 40, skiptir engu máli, taktu verkefni og búið til hvata fyrir einkakerfið til þess að sinna hlutunum sem að gera í ríkinu bara betur eða álíka vel á þess að ríki bera því sérstaklega kostnað. Ríki getur fylgst með því hvert að náðu fram, hvert að verið að fylgja þeim prinsipum sem sett voru fram til þess að samfélagi verið betra út úr þessari ákvörðun sko, en þarf ekkert endilega sinna því eða vera með fólki í vinnu, af því það er svo erfitt að breyta innan svona flókins vinnumarkaðsmódels eins og opinbera, það er svo erfitt að bregðast við því ef hlutin að breytast rætt, þannig að ríki með prinsipin á hreinu, hvað þau reyna fram, þá getur einhver annar sinnt fullt af þeim verkefnum utan kerfisins, bara með jafngóðum eða betri árangri fyrir samfélagi heild sko. Þannig að það er ekkert spennandi að vera í einhver svona hagræðingar einföldunar gýr svona fyrir einhvern sem að taka við á fyrsta degi sko, en kannski þurfum við bara að sannfara þau það. Já, mér finnst einmitt sko í þessu sko, og ég sammála að fólk kannski finnst þetta ekki svakalega spennandi, en aftur á móti þá ætti að vera spennandi að fólk rosalega spennt fyrir því hvernig til dæmis skattpeningar, hversu háir skattanirnar eru. Já. Þetta hefur bein áhrif á það. Já. Þannig að við einhvern veginn erum alltaf einhvern veginn að tala einhverja svona hluti sem eru, kannski undirstöður einhvers, en við erum aldrei að losa hnútana sem eru þá afleitar afleiðingar af því. Já. Og ég mitt hef rosalega mikið verið að hugsa út í þetta eins og með bara svona dagskrárvald stjórnmálana. Það er alltaf í þessu bara skattpeningar inn út, það er bara pluss mínus af eða á. En við erum aldrei að hugsa eins og við vorum að tala um bara er ríkisreksturinn góður? Er virkilega gott? Nei, þetta er bara annarkvort þarf þetta meira eða minna. Og við erum aldrei að spyrja okkur þessar stóru spurningar hvort við getum með mitt. Ég hef bara ekki að nýta, en nutta er eiginlega betra orðið yfir þetta. En sko, eitthvað augljóst. Til þess að það augljóst að það dýrara fyrir kerfið, einhver liggi inn á Landspítalanum á svona deild sem gerð fyrir fólk sem þarf sólarhringsþjónustu og kannski liggur fyrir dauðanum eða bara undirbúið aðgerð eða nýkomur aðgerð eitthvað. En á sama rými sé fólk sem færi betur á hjúkrunarheimili. Og við vitum það að kostnaðurinn á hjúkrunarheimilinu er 1/10 af þessu legurými eða eitthvað. Svo erum við með úrræði eins og kjarkendurhæðing sem kannski skrifin fyrir neðan hjúkrunarheimilið sem þá 1/10 af hjúkrunarheimilinu sko. En það að búa til nýtt hjúkrunarheimili á morgun mun ekki skila sér á morgun, en fyrir samfélagi heild þá þetta alveg fáralega arbær sko, fjárfesting og það sé rosalega óarbær fjárfesting að vera með fá hjúkrunarheimili eða hjúkrunarheimili eða hvað kallað. Þannig ríki getur haft svo flott áhrif núna þegar vera að skipta ríkisstjórn að vera með þessu augljósu prinsip í forgrunni. Það er ekki gáðlegt að þessi fráflæðisvandi sitt í staðar. Það hefur rosalega mikil áhrif ef við náum að laga þetta. Reynum að laga það. Tökum það tala breiðustrókurnar á þann sko. Þetta er eitthvað sem ég held að fólk skilji og sé alveg sammálum að sé rétt að laga. Ég hef verið að vinna dálítið mikið í Grindavík í samhengi
allar þeirra áskonum sem þar eru og þar nú til dæmis ríkið með nánast allar fasteignir í Grindavík í sínu fangi og það þá mjög mikilvægt fyrir ríkið að þessar eignir öðlist verðmæti að nýju og hvernig gerist það? Það þá einhver vilji búi í Grindavík og þessi hægt að búi í Grindavík einhvern tímann. Það rosalega ríku hvati til þess að samfélagsleg uppbygging í Grindavík takist. Ótrúlega áhugavert verkefni, ótrúlega mikilvægt og það hvernig það mun ganga krefst þess örugglega að sé fjárfest eitthvað í þessu á einhvern tímapunkti, hvenær það byrjar háð í hvernig við teljum að yfirstandandi atburði sé lokið en hugsaum það, þú veist, ríkið til dæmis gæti eftir rosalega flott hlutverki því að segja við ætlum að búa til svona samfélagi í Grindavík til þess að auka náttúrulega verðmæti eignana sem við eigum hérna núna að fólk vilji búa í Grindavík og þarna verið blómlegt samfélag og atvinnuuppbygging verið til staðar og lalala þú veist það getur verið rosalega flott og þarna svona eitthvað verkefni sem ég held að ríkið þurfi að svolítið að átta sig á hvaða prinsip þurfa að eiga sér stað í fjárfestingu eða svona umgjörð til þess að ná einhverjum stærri markmiðum sama með heilbrigðiskerfi, sama með menntakerfi áhrifin af því að við myndum allt í einu bara verða miklu betri í læsi og miklu betri í starffræði til næstu 30 ára það er helviti mikil sko, en það sérst ekki í mælingum á morgun sko, og það svo erfitt við stjórnmálin að sko, bestu ákvarðanir sem þú tekur eða bestu svona stefnumarkandi áherslur sem þú býr til þú munt ekkert fá að sjá hvort það þú verður að finna eitthvað pepp næstu 2-3 árin sko. Annars getur ekki tekið það með þér í næstu kosninga þú þarft að þú veist, kosninga þetta snerust það að lækka verðbólgu og vexti þannig að þú ert að gera það en svo þarfst líka að vera með á hreinu hvaða stóru mál til framtíðar ætlar að leggja áherslu á og þau munu geta búið til þína arfleið en þú mundur ekki vita það alveg strax en þú veist, heilbrigðiskerfið, menntakerfið samgöngukerfið eitthvað svona, þetta eru hlutinni sem munur og fækka þá verkefnum hættu að gera eitthvað rugl sko. Þú veist það er fullt af hlutum sem alveg sniðugir og alveg fínt að gera en eru samt bara það lítið mikilvægir að þú verður eiginlega að ákveða að gera það ekki af því að það er svo aðri hluti sem eru svo stórir og skipta svo miklu máli sem þurfa að fá athygli þetta er bara eins og, þú veist bara í öllu sko, þú þarft að fókusra á atriðin sem skipta máli og láta hitt svolítið fara að sleppa því sko. En þannig að koma inn á það hugafar sem ég var að tala áðan sko, það sem að það ekki eftirspurn eftir þessum stjórnmálamanni það ekki eftirspurn eftir þessum stjórnmálamanni sem segir, heyrðu, við ætlum að taka hérna erfiðar ákvarðanir en eftir 20 ár þá verður þetta frábært við erum miklu frekar í því að horfa á fréttatímana þar sem einhver manneskja kemur og segir, heyrðu, það er bara hræðilegt að vera ég í dag Nei, sko, áskorunum mín til stjórnmálamanna einmitt er að þetta sé rátt sko, alveg svo Steve Jobs sannfæra okkur það að við þyrftum að fá iPad við vissum ekkert að við þyrftum að fá iPad eða iPhone eða hvað þetta alls saman þú veist, hann sagði okkur hvað við þyrftum þú veist, leiðtogar gera það leiðtogar segja okkur hvað gott er leiðtogar segja okkur hvað hvað sem raunverulega við erum að pæla í og ættum að vera að pæla í við umræðan breytist, það er einhver sem sannfæra okkur það er einhver sem eru alvöru áhrifavaldar sem segja þetta ég held að farsæll stjórnmálamaður í dag geta alveg samfært okkur það hver eru breiðu málin, hver eru stóru málin sem við erum að fókusra ef að fólk trúir því svona hildi yfir að samfélagi sé réttri leið og ákvarðanir stjórnvalda sé að miða að því þú veist, þá fær það alveg stuðning þá sjáu kannski ekki árangurinn á morgun sko. Þannig ég held að stjórnvöld leiðtogar geta alveg stýrt umræðin sko. Þau geta alveg samfært okkur það að eitthvað sé rétt sko. Þú veist, kannski það ekki rétt en þú veist, þó að stjórnmálamenn sjá ekki árangur af því að bæta menntakerfi á morgun ef við trúum því að þau séu að bæta menntakerfi við sjáum vísbendingar það stóra leiðinni veist, þá fáum við alveg það færða alveg svigrúm til að gera það sko. Þannig þú veist, þetta snýst bara þú veist bara hvort sem er opinber rekstur eða einkarekstur, þú veist, það eru leiðtogar sem geta sagt þér bara flott fólk sem getur sagt þér hvað er í gangi og þú veist, reynda að segja þér að við sem að gera eitthvað gáleitt eða rétt sko en og þú veist, það er ekkert mál fyrir mig að vera að mæta okkar viðskiptaþing og segja þetta sé allt í tómu tjónu og við þurfum að laga þetta og við vitum ekki hitt og þetta en þú veist, það er alveg hægt að laga þetta er ekkert eitthvað mega sko, við erum fá við erum velmentuð
við erum með rosalega sterkar þætti í okkar hagkerfi til þess að ná árangur til framtíðar, hvort sem það fólkið, orkan, sjávarútvegurinn, túrismin, bara það fullt af hlutum sem mjög margir aðrir myndu öfunda okkur af. Stóru vandamáli sem aðrir díla við höfum ekkert mikið af þeim sko. Við erum ekki í orkukrísu, við erum ekki í próteinkrísu, við eigum okkar prótein, við erum með fjölbreytt atvinnulíf, við erum með mennta fólk, við erum með svona sveigjanleika, ef þú myndir velja svona hluti, hvað vilt að sé í samfélagi? Ég skal við ekki það, ég myndi alveg vilja betra veður. En fyrir utan það var alveg fáránlega, og ég myndi kannski hafa meiri skala, ég myndi vilja vera 5 milljónir, eða 10 eða eitthvað, en svona prinsipin í uppbyggingu samfélags sem búa til hráefni til þess að hægt sé að búa til gott samfélag eru til staðar. En ég segi það líka í smá sögulegu töði sem ég var daginn, að það skiptir máli hvað við gerum en ekki hvað við höfum. Þannig þó við höfum allt þetta, þá getum við alveg klúðra þessu, en við erum með frábæra stöðu til þess að vinna úr. Athafnir okkar en ekki auðlindir eru það sem skipta máli. Núna frábært tækifæri til þess að stinga af. Við erum bara frábært stað. Við bara eigum að geta verið bara ekki bara með dýrt menntakerfi, heldur með bara geggja menntakerfi. Við eigum að geta búið okkur undir öldrun þjóðar með þeirra auka skilvirkni í heilbrigðiskerfinu. Við eigum að geta verið með skilvirkan ríkisrekstur. Við erum með flotta frumkvöla af því að við erum með gott stoðkerfi í rannsóknum og þróun. Þetta bara, við vitum alveg hvað við þurfum að gera. Einföldum þetta aðeins, fækkum aðeins verkefnum sem opinbera, gerum aðstæður atvinnulífsins bara sem bestar, berum virðingu fyrir því að verðmætasköpun þarf að eiga sér stað. Þetta bara, það að koma jól og allir í stuði og við erum spenntir að sjá hvernig þetta þróast alltaf hann. Já, það sem ég hef sagt áður að mun koma sá dagur sem að verður ekki til neinir Íslendingar, það verður ekki til neitt, og það sem ég tel að sé skylda okkar að okkar kynslóð stuðli að því að það verði ekki okkar kynslóð sem að klúðra hlutunum, og að það sé nauðsynlega forstað. Ég held til að við þurfum að vera með eldmóðus hvetjandi kerfi, þar sem að við erum með fólk sem að raunverulega hefur ekki bara persónulega hagsmun af því að hlutinu verða betri, heldur séu með einhvers konar viðbótar hvata sem bundin við að þú sért að íta úr vör ákveðri framþróun í þínu umhverfi, að það sé hliðarafurð og jákvætt afl í þitt persónulega líf. Og það það sem Íslendingar, því við erum bara 400.000 eins og vorum að tala um, og eins og segi, einn daginn þá verður ekkert af þessu, en það þín skylda sem Íslendingur að passa upp á það að það verður ekki þín kynslóð sem að klúðra því. Þannig að á þessum léttu nótum, Björgvin, það hefur komið að segja. Nei, ég veit ekki. Ég segi bara, við erum bara dálítið auðmjúk gagnvart því að við vitum ekkert alveg allt, reynum bara að reyna árangri í því sem við getum. Ég las það var eitthvað að þykjast vera að læra heimspeki fyrir 20 árum. Það var bók á dönsku sem sagði maður skal tvífla allt en tró på mig, það segja þú eiginlega efast allt en hafa trú á mörgu. Og mér finnst þetta alltaf gott, spurðu spurningana af hverju og reyndu svo að finna út úr í hvernig, og þá erum við bara ágættu stað. Ég bara frekar brattur. Ég held að ný ríkisstjórn taki við betra bú heldur en umræðan í kosningunum núna hafi gefið til kynna. Við höfum fullt af tækifærum, við erum bara mjög flott, og ég hef bara horfið björtum augum til næsta árs. Reynum að gera þá hluti sem skipta mestu máli vel, reynum að fækka þeim hlutum sem hið opinbera þarf ekki að gera, og búum til hvata þannig að athafnir okkar sem þjóðfélagsþegna og atvinnurekenda og launþega hafi sem mest jákvæð áhrif fyrir okkur til framtíðar og þannig verðum við bara helviti flott og
fengsæl og farsæl sko. Nákvæmlega, og sama hvað þú ert að gera, kæra hlustandi, ef þú ert komin svona langt þá ert þú mikilvæg forsenda fyrir því að þeir geti lifað sínu lífi, þú ert jákvæð að breyta, þú ert ekki bara að ná the brick in the wall, saman hvort maður sé pípar eða hvað sem maður þú ert nauðsynlega forsenda fyrir farsælu samfélagi. Björgvin Ingi Ólafsson, takk að þetta fyrir að koma og hanga til næst. Takk fyrir, bless.